þáttum, það þriðjudagur og það þýðir að við verðum með ritstjórna hjá mér, þaulreyndir fjölmiðlamenn Karl Garðarsson og Jón Kaldal, fyrirverandi ritstjórar og fréttastjórar og hvað þetta allt saman heitir. Við ætlum að fjalla orkupakkan, vinsældir ríkisstjórnarinnar, við ætlum að fjalla duldar auglýsingar og kannski nýjasta konungsbarnið í Bretaveldi, en komum að vitaskuld víða við, en byrjum félagar á orkupakkanum og það var svolítið merkilega orð Sigurðar Hannessonar, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins í morgun á Rás 2 þar sem hann var að fjalla þriðja orkupakkan, reyndar hann fjórða líka að þriðji orkupakkin færði ekkert nýmeti inn í Ísalandið og þannig að hann afgreiddi með nánast einni setningu, en fjallum ekki inntak pakkans endilega, heldur hversu erfilega þetta verður fyrir flokkana sem sitja við stjórnvölinn, Karl, og það merkilegt að sko villikettirnir svo kallaðir í VG, það ekkert að frétta þar. Þetta virðist vera nokkuð erfitt fyrir Framsóknarflokkinn, að minnsta kosti einhvern hluta hans, en sérstaklega erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, Sjálfstæðisflokkurinn á í miklum erfiðleikum vegna þessa máls og það sýnist við reyndar ekki í þessar nýjustu könnun sem við erum að horfa núna, en það mun koma örugglega í ljós og það líka athyglisvert að þau tefla fram þarna Guðlaugi Þór og Þórdísi og þau eru eins og þessi einu svona forsvarsmenn flokksins í þessu máli, en ég held að grasrótin í Sjálfstæðisflokknum, hún á ekki eftir að segja sitt síðasta orð í þessu máli og þetta getur orðið gríðarlega erfitt fyrir ráðherra flokksins þegar kemur til dæmis að næstu kosningu. Ég held að þetta sé eitt erfiðasta máli sem Bjarni Benediktsson hefur staðið frammi fyrir sem formaður. Alveg örugglega og Bjarni hefur aðeins haldið sér til hliðar í þessu máli eins og hann getur sem er vitulegt á honum í augnablikinu, en það verður alltaf mjög lengi, en svo þegar kemur að hinum flokkunum og þú myndist á Framsóknarflokkinn, þá ég alveg sammála því að þetta mjög erfitt mál fyrir Framsóknarflokkinn, ekki síst vegna þess að hann að berjast við miðflokkinn í fylgi. Og miðflokkurinn hefur mjög skýra stefnu í þessu máli og þá mjög erfitt fyrir Framsóknarflokkinn gagnvart sinni grasrót að vera svona beggja blans í málinu, þor ekki taka skrefið til fulls og vera á móti í þessu, eins og rauninni stefna flokksins og það sem að flokkstofnanir innan flokksins hafa viljað. Þannig að sko þetta mjög erfitt líka fyrir ráðherraflokksins út af því og við sjáum það í nýjustu könnun að Framsóknarflokkurinn, miðflokkurinn alveg búinn að ná honum í skoðanakönnun eftir öskursmáli. En Jón, sko Sjálfstæðisflokkurinn á vissan hátt nötrar og það sé kannski ekki fyrir endan á þeim óhljóðum, en heldur hann sko eigi eftir að laskast á þessu til frambúðar vegna þess að við sjáum að það sótt að hann úr tveimur áttum. Viðreisn að sumpart að taka svona frjálslyndafylgið frá honum og miðflokkurinn einhvern hluta íhaldssafnsins. Þannig að með þetta mál í fanginu á hann bara bátt. Já, þetta náttúrulega ákveðið sjálfskaparvíti hjá flokknum. Þeir hafa svo núna lengi út af andstöðunni við Evrópusambandið verið í svona fullveldisumræðu meint framsala á fullveldi og tortryggni í garð alþjóðasamstarfs og þetta dálítið mál sem bara brýnt fyrir flokkinn til að takast á við núna. Það líka stórmálið að núna sko þessi flokkur í ríkisstjórn og kjósendur aðrir reikna með því að þegar flokkur ríkisstjórn að þeir stjórni. Þeir geta ekki boðið upp á einhvers konar borgarastríð innan eigin raða á meðan þeir eru að stýra landinu. Þeir þurfa að stýra og leggja línurnar. Og þess vegna segja að Bjarni hlýtur einhverjum tímapunkti að stíga fram sem skipstjóri þessu flokki og segja við erum að fara þarna og þetta ástæðan. Og hann þarf aldrei að skera það hnút. Davíð Oddsson gerði á sínum tíma í EES-samningnum. Mjög, og þar var þetta fullveldis framsal sem rættu núna, það bara varð fyrir tæplega 30 árum síðan. Sko. Og menn að súpa að segja það núna ef ég tek orð andstæðingarna mér í munn. En meina við vitum alveg sko hvaða velferð sá samningur hefur fært okkur. Mikil ósköp. Og þess vegna núna veltu bara dálítið mikið sem á framtíð Sjálfstæðisflokksins. Hvað þeir ætla að koma sér fyrir? Ætla þeir að vera í þessu þjóðræðislega íhaldi sem það dálítið verið að gefa mikið undir fótinn undanfarin ár. Þeir ætla að taka af skarið. Og ekkert endilega að verja sko EES-samninginn. Áslaug Arna varaformaður flokksins, hún kom fram með ritari flokksins ætla ég nú að segja, kom fram með það í Morgunblaðsgreininni nú bara nýverið að sko menn það sko halda vöku sinni í þessum efnum að níða ekki EES-samninginn niður og gleyma honum.
Já, þetta bara, ég sé það akkurat núna, við erum mér finnst ekki ykkur tímarúmi akkurat flokknum, en að þú spyrðum munundar laskandi frambúðar, ég held að þurfa ekki vera, en ef þeir ætla að fara að berjast sko þjóðarnislega íhaldið eingöngu við miðflokkin, að þá mun flokkurinn laskast þar held ég, því það bara ekki nógu stór kjósendahópur til þess að berjast En sko verður, eins og Jón Kaldal segir, Karl, Bjarni ekki ganga fram fyrir skjöldu í þessu máli og einhver hluta vegna hefur maður á tilfinningu að hann muni standa með Guðlaugi Þór og Þórdísi Kolbrúnu sem svona prinsessa flokksins að mörgu leyti. Hvað gerir hann á næstu dögum? Hann mun að sjálfsögðu taka undir með þeim, þetta svo lína sem hann að leggja, sem þau fylgja og það segir sér sjálft að hann mun fylgja þeirri línu og fyrir en síðar verður hann að stíga fram. En verður hann að leyfa einhverjum innan flokksins að standa hjá eins og Ásmundur Friðriksson? Já, ég alveg viss það verður einhverjum innan flokksins sem að sko fá heimildina til að sitja hjá eða hreinlega eru bara fjárvarandi eins og þekki vel í þinginu og það kannski líklega að sé eitthvað svoleiðis í gangi sko. En þannig að það alveg hreina línur að í öllum sko, stjórnarflokkunum einhverju sem að muni ekki greiða atkvæði með þessum orkupakka og það liggur alveg fyrir held ég sko, það bara spurning hversu margir það eru þetta verður samþykkt á endanum. Þetta fettur fyrir gegn. En það bara sko, spurning hversu margir það eru sem að mæta ekki þingsal eða sitja. En hversu illa, Karl, hittir þetta Framsókn fyrir? Þetta mjög illa vegna þess að sko, eins og ég sagði áðan þá hafa flokksapparat flokksins verið mjög mótfallin þessum orkupakka og þessari stefnu. Þannig að ef ráðherrar flokksins eru að styðja orkupakkan þá þeir að ganga gegn sínum í flokksfólki og þeim ákvörðum sem hafa verið teknar í flokknum og auðvitað það erfitt, mjög erfitt í öllum flokkum þegar ef að menn ætla að gera það til þess að halda stjórnarsamstarfi. Og vegna þess að, en það náttúrulega flokkurinn sko, þú veist, hann klofið þannig sig hvað þetta var það líka. Þetta ekkert einhugur innan Framsóknarflokksins frekar en í öðrum flokkum þetta mál. Þetta mál sem að nær svona þvert yfir alla flokka og síðan sjáum við aðra flokka, svo Pírata sem að bara nánast þegja. Samfylkingin svona til hliðar í málinu. Og þannig að þetta svona mál sem bara vandræða mál í öllum flokkum. Það er merkilegt með þegar við ræðum ríkisstjórnarflokkana, núna horfum við yfir sko Vinstri græna, að þar eru hinni meintu villikettir, Rósa Björk og Anders Ingi, en þau eru villikettir á hinum væng, alþjóðlegu villikettinni. Þannig að þjóðernisíhaldið, Ögmundur Jón Bjarnason, þessir menn eru farnir, en þetta fólk mun ekki verða til vandræða. Það er merkilegt pólitískt sko að stiltiflokkurinn í öllu þessu mengi eru Vinstri grænir. En þá með sko stið. Gott og vel, vinsældir ríkisstjórnar, það eftirtektarvert að stjórn þessara þriggja flokka sem svona ákveðin pólitískur ómöguleiki hefur verið nefndur í sambandi við, nýtur bara mjög mikilla vinsælda, komin yfir 50%, hann fór alveg niður í kringu 35 og ég vel neðar í einhverju könnun, en nýtur bara orðið þokkalega mikilla vinsælda á þessum tíma í stjórnarstarfinu þegar svona oft byrjar eitthvað að súrna á þessum tíma í lífi ríkisstjórnar en ég held að bara njóti meiri vinsælda heldur margar hverja stjórnir. Ég svo sem ekki hissa á því sko. Þessi ríkisstjórn hefur siglt svona nokkur með lignan sjó fyrir utan þessi mál sem hafa komið bara til Sigríðar á Andersen og annað slíkt sko. Og orkupakkamálið, við tökum það og sem á það ekki hafi mikil áhrif þannig að við verða óvinsælir. Nei, af hverju ekki vegna þess. Staðreyndin sú að stór hluti landsmanna hefur enga ákveðna skoðun á þessu máli. Þetta eru tvær fylkingar sem eru mjög háværar sem að deila í þessu máli. En sko, eins og hefur komið fram í könnunum. Tvær fámennar fylkingar? Já, tiltölulega, ég segi það kannski ekki en það sama. En það 50-60% landsmanna sem hefur enga fastmótaða skoðun á þessu máli. Vegna þess að það dynur á fólki alls konar upplýsingar úr báðum áttum og það gríðarlega erfitt að festa hendur á hvað rétt og hvað rangt. Síðan kallað til sérfræðingar, kallað til lögmenn sem koma fyrir þingnefndir og þeir eru með þess að líka svona já, við vitum ekki alveg hvernig þetta verður, hvort þetta afsala fullveldi og svo framvegis. Við vitum ekki hvað gerist ef við samþykkjum þetta og ekki verður það til þess að einfalda ákvarðanir eða ákvarðanir töku hjá almenningi. En sko vinsældirnar,
sko mín skýring kannski svo að þeir sem stýra þessari stjórn eru ekki að taka litlu slægina við fréttamenn eða fjölmiðla og almenningi í landinu. Það svona rólegu blæri yfir þessu fólki. Bjarna, Katrínu, Sigurð Inga, ég get nefnt Guðlaug Þór sem gott dæmi mann sem sko bara eins rólegur í sínu ráðherraembætti og hugsa sketur. Það svona það góður blær yfir stjórninni. Já, þetta er hárrétt. Það svona ríkir efnahagsleg velsæld á Íslandi. Það gerir það. Það atvinnuleysi hér bara hefur í sögulegu lágmarki og fólk svona bara er ákveðin ró í samfélaginu og ríkisstjórnin nýtur þess. Þetta yfirbarð þú nefnir hefur gríðarlega mikið að segja og bara forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, hún ekki átakasækin kona. Gríðarlega gott yfir henni, hún manneskjuleg. Sama má segja Sigurð Inga og vissulega Bjarni hefur alla tíð haft ákveðna ró yfir í sínum störfum. Þannig að þetta hefur mjög mikið að segja, menn ekki snúa upp úpnu hliðinni að fólki eins og séð hér í fyrri ráðamenn gera. Og svo annað kannski í þessu að stjórnarandstaðan kannski ekkert svo álitlegu valkostur, hún mjög illa klofin. Ég meina það ekkert sameiginlegt með Miðflokknum og Samfylkingu, Pírötum og Viðreisn, svo dæmi sitt ekki og má nefna Flokk fólksins, jável líka Miðflokksmegin í því mengi. Karl? Já, ég alveg sammála þessu að stjórnarandstaðan er löskuð í sem stjórnarandstöðuflokkar og þeir ná illa saman þessi flokkar og það styrkir stjórnina verulega þegar þeir þurfa ekki að eiga við svona heilan samhentan her móti sér. Þannig að það gerir stjórnina miklu auðveldari fyrir ráðherrana. En það alveg rétt líka að ríkisstjórnin líka það hefur kannski ekki verið það mörg risastór mál sem hún þurfti að eiga við hingað til. Þetta orkupakkamáli er svona fyrsta risastóra máli eða stóra máli gæsalappa eftir hvora með þú ert sem að þeir þurfa að standa fyrir og verja. Og þannig að það hefur ekki reynt neitt voðalega mikið á stjórnarsamstarfið hingað til. Tölum aðeins endurkoma Ágústs Ólafs Ágústssonar sem stígur inn á þing eftir að hafa farið í meðferð vegna áfengisvandamála og honum misjafnlega tekið bæði innan Samfylkingarinnar og meðal annarra flokksmanna. Var þetta eðlileg endurkoma? Mér finnst það ef við sem samfélag ætlum einhvern veginn að bara taka fyrirgefninguna og hendinni bara á hafsauga, þá er verulega illa fyrir okkur komið og Ágúst hefur sýnt iðrun, hann hefur beðist afsökunar og verið svona einlægur í því og það hefur bara margsýnt sig að þeir sem beðast afsökunar, leggja spilin á borðin og eru einlægir, að þeir eiga vísa leið tilbaka. Fannst þér að koma sterkt frá sinni iðrun? Mér finnst það bara... Hún var einlæg? Mér finnst það vera einlæg og mér finnst það sem kom upp úr dúrnum í þessum eftirkostum þessa persónulega mál sem þetta mál sprettur allt upp úr einhver fyllir í eftir. Mér finnst það svona sýna hann frá byrjun ætlað að beðast afsökunar og baðist afsökunar og einhvern veginn fer frá unnið sínum málum, kemur auðmjúkur tilbaka og auðvitað er það hans núna að vinna sig áfram inn. En mér finnst það bara stór mál. Fólki verður á mistök, iðrast, sýnir yfirbót, biðst afsökunar, þá eigum við sem samfélag að geta tekið á mótið aftur. Ertu sammála, Karl? Ég er svo sem hefur ekki alveg myndað með skoðun á þessu máli, ég hef viðurkenna það. Ég er svona beggja blands kannski, svo þetta er alveg rétt sem Jón segir að ef að fólk kemur fram og biðst afsökunar á einhver sem hefur gert af sér þá tökum við sem þjóð mjög vel á móti slíku. Þetta er svona í eðli okkar að hugsa, já. Og það er auðvitað gott. Nú vitum við ekki nákvæmlega hvað gerðist þetta kvöld. Þetta er aðeins svona á reiki hvað gerðist nákvæmlega. Og báðir aðalega hafa sagt sína sögu og svona aðeins misvægi þar á milli. En auðvitað er þetta þannig með þingmenn og við vitum það að það er enginn sem getur skipað þingmennum að láta af embætti nema bara kjósendur í næstu kosningum. Þannig að það er svo sem ekki óeðlilegt við það að hann snúi tilbaka og
og klára sitt kjörtíðanbíl og síðan verður bara komið ljós hvort hann hefur þann stuðning bæði innan flokks og hjá kjósendum almennt þess að sitja áfram. Og ég sé ekkert að því út af fyrir sig. Akkurat. Fjöllum aðeins duldar auglýsingar þessu næst. Við sjáum að eftirlitsstofnanir hins opinbera gera alvarlega athugasemdir við MC Gauta, núna Pál Óskar, þeir eru menn sem eru að sýna sem við hliðina á einhverjum bílum og svo framvegis og þessar duldu auglýsingar eru orðnar mjög svona almennar í fjölmiðlum, útvarpi, sjónvarpi, tímaritum, samfélagsmiðlum og svo framvegis. Hvar línan vegna þess að gráasvæðið ógnastórt að því virðist? Jón? Línan bara svo að ef það ekki sagt frá því að efnið greitt af þeim sem fjallaður og þá hún rofin. Línan svo að verður að segja frá því, hvort sem það í útvarpi, sjónvarpi, blöðum eða samfélagsmiðlunum að umfjöllunin greidd og það bara að merkja þetta, kynning, auglýsing og menn hafa það í hendi sér í öllum þessum miðlum að láta þess getið og það átaka hart á þessu. Átaka hart á þessu? Já, engin spurning, það bara ef trúnaðartraustið milli lesenda, áhorfenda, hlustenda og fjölmiðlana rofnar, að þá raun og veru bara, hvað að segja, svona ekkert eftir. Við þurfum að vita hvort það sé að vera að segja frá vöru vegna svona góð eða vegna þess að viðkomandi eða einhver að mæla með henni af einlegri reynslu eða vegna svona greitt fyrir það. Eða fjallaði hluti vegna út á fjármagn. Þetta náttúrulega, þetta ekkert nýtt. Það var ég stýrði tímaritið mörg ár og þetta yfirleitt merki þar sem mikið um kynningar. Sérstaklega í talningum duldar kynningar, einhver greiði gegn keyptur auglýsing annars staðar, það veiklega merki á viðkomandi útgáfu. Hún getur ekki aflað sér útgáfu fjár með því að selja auglýsingum með bundnum hætti og það fær eitthvað svona skiptisamningar í gang. Þú kaupar með heilsíðu og við fjöllum þig. Mjög vont umhverfi líka. Enn verra ef við orðið bara greitt og það kemur ekki fram að þessi greitt fyrir umfjöllunina. Það finnst mér bara að vera grafalvarlegt mál. Karl, já, þetta lína þarna og auðvitað eins og Jón Kaldal segir, áhorfendur, hlustendur, lesendur eiga náttúrulega heimtingu að vita hvers konar vörur verið ótaðin. Já, ég algjörlega sammála Jóni sem að vera að segja og hans skoðun á þessu máli. Ég held að aðalatriði sé það að merkja allar kynning, allt sem greittir fyrir sérstaklega frá einhverjum aðilum út í bæ. Það þarf að merkja það mjög kirfilega og ég hef lagt áherslu á þá allavega í þeim miðlum sem ég að stjórna. Við gerum það. Svo eru svo mörg dæmi sem við sjáum allt í kringum okkur. Þetta út allt í þjóðfélaginu og það eiginlega engin leið að halda utanum þetta eða einhver eftirlitsstofnun að ná utanum þetta vegna þess að þú sér þetta allsstaðar, þú sér matreiðslu þætti í sjónvarpi hér þar sem að kynjanir eru með bjórflöskur og fram að sér sem snýr alltaf í rétta átt einhvern hluta vegna og síðan eru þeir kannski 5 mínútur seinna komið með einhverja hvítvínsflösku og hún snýr líka í rétta átt og þetta með að vera að horfa á aftur og aftur einhverja svona hluti. Við sjáum að heilu íþróttamótin eru seld til sponsoraðila, það heitir hvað Pepsi Max deildina, hvað það heitir allt saman og svo framvegis og síðan eru samfélagsstjörnunar sem eru að fjalla einhverjar vörur og segja náttúrulega, eða ekki náttúrulega, segja kannski, horfir ekki mikið á þetta en mér skilst að sé vanti dálítið mikið upp á þeir segja hvort það sé borga fyrir þetta ekki á einhvern hátt. En ég er alveg sammála Jón hins vegar að þetta gríðarlega mikilvægt fyrir neytandann, þar að segja lesendur og áhorfendur, að þeir viti hvernig þetta tilkomið, það sem að lesa eða horfa á. En þetta svín virkar Jón, samfélagsstjörnurnar sem eru að segja frá einhverju kremi eða spreyi í hári eða einhverju næringarefnum, þetta eru kóngar og drottningar í dag. Já, og flest þeirra virða nú bara þessa ágætu reglu að setja millumerki og AD, eða eitthvað þess og þar og það bara mikilvægt að þessar reglur séu til staðar. Karl nefni það einhver eftirlitsstofnun hvort hún geti fylgt þeim eftir fyrir þarna. Það kannski dálítið bratt að ætla það, sammála því, en að reglunum séu til staðar og fólk viti þá og sjáu, þarna verið að brjóta ykkur að reglum og þá bara, þetta að meta viðkomandi samfélagsmiðlastjörnu eða fjölmiðil út frá því, þetta trúverðugur miðill. En svo einn annar angi á þessu,
Sko, ég og Karl Garðarsson, við erum að keppa við stóra fílinn í herbygginu sem RÚV sem fær milljarð ofan úr okkar vössum og annarra landsmanna, með belti og axlabönd, fær að leika algjörlega lausum hala og þá segi ég algjörlega lausum hala á auglýsingamarkaði í kaupæti. DFF, Hringbraut, aðri litlir miðlar þurfa á öllu að halda til að halda sér á lífi og geta greitt einhvers svona þokkalega laun og alla það. Þeir þurfa náttúrulega að vera með klærnar alls þar úti og fara á meðal á þessu gráa svæði. Já, skulum orða þannig þeir leiðast kannski stundum út á þetta svæði. Auðvitað náttúrulega ekki gott að vera á þessu gráa svæði mjög mikið en það ég held að sé óhjákvæmilegt hjá þessum miðlum ef þeir ætla að lifa að stundum kannski teygja sig aðeins og langt í einhverju sem þeir eru að gera. Og þá spurningin, eiga sömu reglur að gilda RÚV og aðra miðla? Ég er búinn að skrifa marga metra af leiðurum að staða RÚV á auglýsingamarkaði óþolandi. Þeir eru bara að fara af auglýsingamarkaði og það er skelfilegt að sjá þennan ríkismiðl bara fyrir utan það traust yfirbragð sem á að vera á honum að sjá hann með bottvörpuna út í hverju einasta horni á markanum og að RÚV sé með eins og hefur tíðkast af og til með útsettingar frá einhvern fyrirtækjum helgar þess að það sem náttúrulega bara kynningar starf. Þetta nær náttúrulega engri átt og ég skil ekki hvað tefur að lögum RÚV verði breytt. RÚV samkeppnishindrun hreinlega á þessum markaði. Men Hringbraut gæti farið að berjast auglýsingatekjur sem eftir munu standa ef RÚV fer tilbaka hverfur. Saman gerast við DFF því að RÚV að sína skjáauglýsingar sem eru í beinni samkeppni við prentauglýsingar og netauglýsingar. Akkurat. Þannig að þetta náttúrulega risamál og en einhvern veginn, ég kann ekki skýringarnar, hafa bara ráðamenn ekki haft áhuga að taka þetta skref. Örstutt að lokum, það fættist barn út í heimi núna í dag eða í gær og heimurinn að fara á límingunum. Harrison, það ekki komið nafn, ég held að hann muni heita Karl. En af hverju þessi óstjórnlegi áhugi á kóngafólki? Þetta er sko kaldbroslegt. Ég veit ekki, mér finnst þetta mjög merkilegt því ég hef svo óskaplega lítinn áhuga á þessu en svo þekki ég fólk sem er bara heillað af þessu og við sjáum það til dæmis í bresku sjónvarpi þetta er bara eins og bara þetta er yfirgefning. Þetta er það eina sem með munna sem eftir ævinar, það er þessi dagur. Og ég skil reyndar aldrei þetta svona blæti gagnvart kóngafólki eða svona fólki sem að það eru forsetar eða kóngar og drottningar. En við sjáum þetta í mörgum löndum, verst í Bretlandi og svo komum mörg lönd á eftir og við sjáum þetta líka eins og á Íslandi árið í dag. Já, gagnvart forseta okkar og svona við erum að fara í þessa átt og þetta er svolítið athyglisvert að fylgjast með þessu. Auðvitað er gott að láta sig ekki að vænt forseta sinn eða konunga eða drottningu en þetta gengur út í eins og ég segi bara öfgar. Ég var að hlusta á Skæ í gærkvöldi og það var mér 2 blaðamenn að ræða þessi mál og annar þeirra var alveg brjálaður út af þessu og sagði hvað þið að tala þetta eins og þetta sé venjulegt fólk? Það er ekkert venjulegt við þau. Ég meina, fólk hefur áhuga á fólki. Það er bara... Jú, það er alltaf náttúrulega mál. Við sjáum, þetta forveri þessar raunveruleika sjónvarp sem kom síðan með Kardashians og lögum. Við erum bara að horfa á einhverja fjölskyldu eins og þarna í Buckingham, það sem við fáum út af þetta opera persónu, fá allt aðrar upplýsingar þetta fólk. Okkur langar alltaf í svona ævintýri. Já, það er ævintýri, það er líka bara, gleði og sorgir þessa fólk sem einhvern veginn verður bara hluti af daglegu lífi eins og Neighbors í sjónvarpinu eða Kardashians, þannig að þetta er svona, ég held þessi bara mjög mannlegt, að hafa áhuga á fólki sem mikið í fréttum. Þetta segja Karl sé ekki mannlegur. Þetta er svona reyndar ekki alveg svo raunveruleika sjónvarp vegna þess að við sjáum ekki mjög mikið inn í daglegt líf þess fólks. Við sjáum svona, eins og maður segir, slæmri íslensku, smá svona glims af þeirra lífi þar sem við mæta á einhverja svona fundi eða eitthvað starra sem þau koma á. Alltaf í nýri drakt. En við sjáum í rauninu óskaplega lítið annað. Það verður hins vegar óskaplega gaman ef við getum fengið að sjá mikið meira. En það er mitt þessar fréttir hafa verið samskipti við þjónustufólkið og innbyrðis afbrigði sem milli þeirra núna prinsessanna og meinta skilur. Þetta
þetta drama sem hérna í gangi. Dásalegt. Ég ætla að segja að þessi drengur muni heita Karl. Ég ætla að veða því. En segjum þetta gott að þessu sinni af ritstjórunum. Höldum áfram með þáttinn hér eftir andartak. Við komum víða við eins og við gátum í upphafi.